Kæru vinir, gjörðu svo vel að finna ykkur sæti ef þau eru laus ennþá. Við ætlum að fara að hefjast handa við fundinn. Kæru vinir, hjartanlega velkomin öll á þennan fund flokksstjórnar Samfylkingarinnar hér á Hellu. Þetta er fagnaðarfundur, hér ætlum við að eiga innihaldsríka orðræðu og samræðu í dag og eiga síðan ljúfa stund í kvöld. Við erum hér á Strakta hóteli, þar sem að ræður ríkjum Hreiðar Hermannsson, sem er öflugur jafnaðarmaður og gröftugur. Margir þekkja hann sem pappans Hemmar Hreiðars fótboltamanns. Hreiðar þessi, hann hefur komið víða við og meðal annars var hann að sinna henni Jóhann okkar Sigurðardóttur þegar hún var forsætisráðherra í ríkisstjórnin 2009 til 2013 og flaug með hann landað. Jóhann er eins og frægt svakalega flughrædd. Ég hefði ekki viljað verið í því flugi. En hann hefur lofað því að passa vel upp á okkur. Kæru vinir, við erum hér á góðum stað. Flokkurinn er í góðu lagi, þjóðin er í góðu lagi og við njótum trausts og stuðnings 35% þjóðarinnar og það gefur okkur byr undir báða vængi. En auðvitað megum við ekki við þær aðstæður andvarpa, setjast og halla okkur aftur og segja nú er allt í góðum lagi. Pólitíkin er sífellt þras, sífellt ný verkefni, fjölbreytileiki og það er okkar hér kjarnans í flokki jafnaðarmanna
að treysta raðirnar, skapa það sjálfstraust sem nauðsynlegt og það svo sannarlega til staðar í okkar flokki, en leið að vera með opin augum fyrir verkefnum í núinu og ekki síður í framtíðinni. Þetta eilíf stréð, eilíf vinna og það vitum við, það veit forystan okkar, það vita ráðherrar okkar, það vita þingmennirnir okkar. Það stór verkefni framundan líka fyrir flokkin okkar og land og þjóð svo sem. Næsta vor, 16. maí, förum við í enn aðrar kosningar, núna á sveitarstjórnarstígi, fjöldi hér inni sem að mun taka þátt af líf og sál í þeim kosningum sem frambjóðendur eða sem verkamenn á plani, en alltaf einu skiptir það gríðarlegu máli fyrir flokkin til lengri tíma og skemmri, fyrir þjóðina til lengri tíma og skemmri, þannig að ríkisstjórnin fái þann enn frekar þann grunn til að standa á að gera gott betra, að við náum góðum árangur í þeim kosningum. Það eru dauðafæri fyrir okkur og við eigum að nýta þau. Þau eru þarna til þess að nota þau og nýta þau, en það þarf að vinna fyrir því og það veit ég að við svo sannarlega gerum. Ég ætla ekki að setja á langa ræðu. Hér á eftir mun ég kynna starfsmenn fundarins, en áður en ég geri það, þá vil ég hér með almennum orðum kynna drög að stjórnmálaályktun fundarins sem að finna í ykkar fundargögnum. Finnið það á netinu. Hún í glæný og kom seint inn, kom núna rétt fyrir hádegi, en eins og kunnugt að þá hún til umræðu hér í almennum umræðu síðar í dag og ég legg áherslu á það að í ályktun eins og þessari þetta ekki hægt að taka alla þætti inn. Það stiklað á stóru og reynt að taka á stórum málum, en auðvitað opið fyrir breytingatillögur þar og ég bið menn það ef að bæði hérna ræðustól eða prívat að benda mér og forystu flokksins á það sem hugsanlega upp á vantar eða maður bæta og breyta. En ályktunin hljóðar þannig í tillögu stjórnar flokksins: Samfylkingin, Jafnaðarflokkur Íslands, stjórnmálaflokkur í þjónustu þjóðar. Samfylkingin sá stjórnmálaflokkur sem stendur með venjulegu fólki og passar upp á Ísland. Það gerum við best með því að skila árangri sem munar fyrir hinn almenna mann í daglegu lífi, með því að leiða breytingar og tryggja að ríkið virki, með því að ristu upp í kerfinu þegar við á. Leiðum við verndum og varveitum það sem bindur okkur saman og gerir okkur að þjóð. Það leiðarljós ríkisstjórnar Kristrúnar Frostadóttur að vekja aftur von og trú fólks á að stjórnmálin geti virkað og stolt yfir því sem við getum áorkað saman. Við ölum á samstöðu en ekki sundrungu og erum staðir á henni að færa fólki í landinu nær hvert öðru en ekki fjær, með virðingu fyrir fólki, ólíkum sjónarmiðum og gildum. Þetta sýnum við í bæði orði og verki. Höfuðverkefni ríkisstjórnarinnar í vetur tiltekt og verðmæta sköpun. Samfylkingin leggur mesta áherslu á að ríkisstjórnin geri allt sem hún getur til að standa við loforð sín til kjósanda að lækka kostnað heimila og fyrirtækja með því að gera meira og hraðar í húsnæðis- og efnahagsmálum. Á sama tíma hefjumst við handa við að styrkja öryggi og innviði Íslands. Það gerum við til að mynda með uppbyggingu á vegum og orkuinnviðum, eflingu löggæslu og í réttarvörslukerfinu, öruggum skrefum í heilbrigðis- og öldrunarmálum, ásamt margháttuðum aðgerðum til að efla úrræði vegna fíknisjúkdóma og geðþjónustu fyrir börn og aldraða, svo dæmi séu nefnd. Þá verða tekin markviss skref til að bæta afkomu öryggi öryrkja og eldra fólks í vetur og á næstu árum í samræmi við nýja fjármálaáætlun. Ríkisstjórnarinnar að ráðast í fulla jöfnun á dreifikostnaði raforku milli þéttbýlis og dreifbýlis og sömuleiðis stóraukna áherslu á jarðhitaleit. Þá skorað á ríkisstjórnina að byrja aftur að bora jarðgöng og gera það sem allra fyrst. Það skylda okkar
að bjóða fram krafta samfylkingarinnar og jafnaðarfólks í sveitastjórnum sem víðast hringinn í kringum landið. Jafnaðarmenn munu sækja fram í sveitastjórnarkosningunum næsta vor og halda til haga grunngildum klassískara jafnaðarstefnu frelsi, jafnrétti og samstöðu. Við viljum tryggja tækifæri allra landsmanna til menntunar og atvinnu ef hæfi, ásamt aðgengi að lífsins gæðum og ummönnun í blíðu og stríðu eftir þörfum frá vöggu til grafar. Í sveitastjórnum meginverkefni okkar leiðar breytingar, lagamandamál og létta undir með fólki í daglegu lífi. Þess vegna verður fyrsta forgangsmálið í málefna starfi samfylkingarinnar daglega lífið. Og saman munum við banka á dyr hjá heimilum, stofnunum og fyrirtækjum næstu misserin og spyrja hvernig getum við létt lífið þitt. Á flokksstjórnarfundi samfylkingarinnar í vor kynnum við svo nýtt útspil með afmörkuðum og raunhæfum aðgerðum til að bæta daglega lífið hjá fólkinu í landinu. Það mikilvægt fyrir Ísland að þessi vinna samfylkingarinnar takist vel og að áherslur jafnaðarfólks nái enn sterkari fótfestu í sveitastjórnum landsins eftir kosningarnar þann 16. maí 2026. Flokksstjórn samfylkingarinnar Jafnaðarflokks Íslands hvetur ríkisstjórnina til að beita sér áfram á alþjóðlegum vettvangi og að aukinni festu til að stöðva framgöngu Ísraelsríkis í Palestínu. Viðbrögð alþjóða samfélagsins hafa valdið sárum vonbrigðum. Það siðferðileg skylda að ríkja að grípa inn í og stöðva þjóðveldis hreinsanir. Því nauðsynlegt að opinská umræða fari fram það hvernig best fyrir Ísland að beita sér til að auka þrýstingin á að árásum verði hætt og hörmungum á Gaza linni. Svo mörg voru þau orð að því sögðu býði velkomna til starfa fundarstjóra, ágætan formann framkvæmdastjórnar Júlíusdóttur, henni til aðstoðar ef á þarf að halda, ágætur vinur okkar allra Guðmundur Ari Sigurjónsson, formaður þingflokksins, ritari á þessum fundi ritari samfylkingarinnar Guðný Birna Guðmundsdóttir og henni til hliðar Stein Ólaf. Ég gef þeim stjórn fundarins og takk fyrir. Takk kærlega fyrir þetta og mikið gaman að sjá okkur öll. Frábær mæting hérna á Hellu í þessu fallega veðri og ég finn að það kraftur í salnum og þetta verður góður fundur. En ég eins og Guðmundur sagði að þá hann Guðmundur Ari mér til stuðnings hér á þessum fundi vegna þess að varaformaður framkvæmdastjórnar Hildur Rós Guðbergadóttir, hún vant við látin en það á von á sér. Þannig að við sendum henni góða kveðjur af því hún sendi okkur líka mjög góða kveðjur inn á fundin. Nú dagskráin eins og hún hefur legið fyrir, þið hafa fengið send gögn, það tillaga frá Kópavogi til breytinga á reglum fyrirkomulag framboðsmála sem að við ræðum hér á eftir. Þið hafið einnig fengið fundarskuldin, fengið þau send og ég ætla að ef enginn hefur andmælum að þá munum við vinna eftir þeim hér í dag. Mér sýnist það vera engar athugasemdalaust. En dagskráin þannig að við munum eiga hér samtal í lok fundar en fram að því að þá munum við að sjálfsögðu heyra ræðu formanns. Við erum líka bara að ræða hér við þingmenn okkar og ráðherra og það verða hér fyrirspurnir og samtal við salinn og sömuleiðis við forystufólk okkar í sveitarstjórnunum. Þannig að mér ekki til setuna boðið en að bjóða hingað upp formann samfylkingarinnar Kristrúnu Frostadóttur, forsætisráðherra Íslands. Sjá hvað margir komnir. Flokksstjórn, félagar, rangæðingar, gestir. Við erum á góðum stað. Við erum sannarlega rétt fólk á réttum tíma til að safnast hérna saman á Hellu til að taka stöðuna og leggja línur á framhaldið.
Núna þurfum við að ræsa vélarnar fyrir veturinn af því við höfum verk að vinna og ábyrgð okkar mikil. Í þessari ræðu ætla ég að flytja nokkuð tíðindi af flokksstarfi Samfylkingar. Ég mun kynna upplegg fyrir nýja lotu í málefnavinnu flokksins, líkt og varaformaður fór hér stuttlega yfir. Það sem við ætlum að gera fram að næsta landsfundi, lýsa minni sýn á verkefni okkar í sveitarstjórnarkosningunum í vor og boða sérstakan húsnæðis- og efnahagspakka í haust til að gera meira hraðar til að vinna gegn vöxtum og verðbólgu. En fyrst vil ég segja þetta. Við jafnaðarmenn erum í góðri stöðu. Ekki til að slaka á, heldur til að gera betur, til að vinna meira og til að sækja fleiri sigra fyrir fólki í landinu. Það er alveg ljóst að sigurinn í þingkosningunum á síðasta ári var aldrei endapunkturinn á neinu, heldur uppað, nýtt uppað fyrir flokkinn og fyrir þjóðina. Við höfum brett upp ermar, við höfum gengið til verka og það leynir sér ekkert að það er kraftur hérna í salnum, í röðum okkar núna, við skynjum þetta og eftir því tekið í samfélaginu. Og þess vegna segi ég að Samfylkingin hún hefur aldrei að mínu mati verið eins sterk, eins samstillt, eins vel staðsett, eins þétt með þjóðinni og eins sterk á bakvið hinn vinnandi almenna mann á Íslandi og til þjónustu reiðubúin. Já, kæru félagar, við finnum þetta öll, við finnum þetta upp úr og niður úr flokknum okkar, hugarfarið er rétt, viljinn er sterkur, hæfnin er til staðar og við erum samstilltari en nokkru sinni fyrr og þetta er gleðilegt. Samfylking í þjónustu þjóðar, í forystu ríkisstjórn og víða í sveitarstjórnum, reiðubúin til verka í ennþá fleiri sveitarfélögum, hringir í kringu landið, fáið til þess traust. Og hvernig gerðum við þetta? Við sögðumst ætla að fara aftur í kjarna. Við sögðumst ætla að koma á virkari tengingu við fólki í landinu. Við sögðumst ætla að breyta verklagi og menningun í flokknum okkar til að endurheimta traust. Og allt þetta höfum við gert. Og þess vegna erum við á þessum stað í dag. Við erum sterkur flokkur, við erum samstilltur flokkur, við erum tilbúin í kosningar, tilbúin að vinna, tilbúin að taka aukna ábyrgð í íslensku samfélagi og við getum verið stolt af þessu. Þetta var aldrei auðvelt eða sjálfsagt, en núna er næsta verkefni að fara aftur með þetta hugarfar til fólksins í landinu, halda áfram lifandi málefnavinn og stefnumótun og sigra í sveitarstjórnarkosningu næsta vor af því það er það sem við ætlum að gera. Flokkstjórn, Samfylking í þjónustu þjóðar. Hvað meinum við með því og hvers vegna skiptir það máli? Þetta er áminning það hvers vegna við erum að þessu yfir höfuð og fyrir hvernig störfum við stjórnmál. Því að stjórnmál eru þjónusta og jafnaðarstefnan sem við höldum á lofti er svo stjórnmálastefna sem sér til þess að allir séu með óháð stétt, óháð stöðu, óháð búsetu og óháð bakgrunni. Samfylkingin er sá flokkur sem stendur með venjulegu fólki og passar upp á Ísland og það er engin annar flokkur sem gerir þetta betur. Það erum við sem tökum slaginn. Það erum við sem hristum upp í kerfinu til að skila okkur raunverulegum árangri og breytingum sem virkilega munar fyrir vinnandi fólk í daglegu lífi. Og ég legg áherslu á þetta og við skulum hafa þetta hugfast. Við megum aldrei verða varðhundar kerfis sem er ekki að virka. Aldrei. Þvert á móti það er einmitt skylda okkar að láta kerfið virka. Tryggja það virki með því að gera breytingar þegar þörf er á og ala á samstöðu. Því ef við gerum það ekki, þá verður það ysta hægrið sem þykist bjóða betur. Með því að ala á sundringu og með því að brjóta bara kerfið niður. Ég var í London í gær, í samtali við leiðtoga systurflokka okkar, meðal annars á Norðurlöndum, í Bretlandi, Kanada, Ástralíu, Spáni og fleiri löndum. Þar sem við ræddum hvernig